Í dæmi 72 eigum við að finna ýmsar stærðir og við skulum bara byrja á að finna meðalfrávik verðmætisins hérna. Þá skulum við bara opna hérna reikniföllin. Ættum að vera hérna einhvers staðar með meðalfráviks reiknifallið, AVDF. Opnum það og drögum yfir tölunar sem við erum að mæla núna og það er þá þessar. Við skulum gera það sama með staðarfrávikið. Það er þá reiknifall sem heitir STDF. Fervik ætlum við ekki að vinna með sérstaklega í þessum áfanga, en við skulum fara að finna frávikshlutfallið og frávikshlutfall er fundið með því að taka staðarfrávikið og deila því með meðaltalinu. Við höfum meðaltalið ekki eins og er, þannig að við skulum bara bæta því við. Svona. Og finna þá bara meðaltalið hér. Við skulum bara þessa leið. Og Excel giskar á, við ætlum að finna meðaltalið þessum tölum, það er rétt. Og við skulum þá bara draga niður og gera nákvæmlega sama hérna í línunni fyrir neðan. Þannig að nú getum við fundið frávikshlutfallið. Það er þá jafntog. Staðalfrávik verðmætisins deilt með meðaltali verðmætisins. Þá fáum við að frávikshlutfallið er 29,04. Og við skulum þá gera nákvæmlega sama með næsta. Vinna með þyngdina núna. Byrjum á meðalfráviki af þyngdinni. Notum AVDF eins og áður. Finnum svo staðarfráviki með reiknifallinu STDF. Svona, sleppum fervikinu eins og er og förum þá í frávikshlutfallið hér. Jafntog. Staðarfrávik þyngdarinnar deilt með meðaltalið þyngdarinnar. Svona. Og svo er spurt, hvort er meiri breytileiki í verðmæti eða þyngd farmsins? Og breytileikinn, hann ákvarðast af því hversu hátt eða lágt frávikshlutfallið er. Við fáum frávikshlutfall hérna fyrir verðmæti 29,04%. Frávikshlutfall þyngdarinnar er 23,9%. Þannig að þegar við svörum þessari spurningu, hvort er meiri breytileiki í verðmæti eða þyngd, þá er svarið verðmæti, af því að frávikshlutfallið er hærra þar. Og þá er þessu dæmi lokið.